Hvers vegna eru Danir svona ólmir í því að halda Grænlandi? Vegna þess að þetta er eina sem býr til mikilvægi fyrir Danmörku á alþjóða vettvangi. Þeir eru 13. stærsta land í heimi með Grænlandi, án Grænlands eru nummer 137. Og það hef ég sagt að þeirra vægi á alþjóða sviðinu yrði á við húsgagnaverslun í norðu Þýskalandi. Þeir myndi ekki skipta neinu máli. Rimmur í líkingamálinu. Þetta er bara sagt. Þetta er það sem að, Við erum með 62 herbyggi og nóttin kostar 250.000 og það er 80% nýting á þessu hóteli. allt útlendingar þá eða? Já, sjálfsögðu. Þetta er bara langmest erlendir auðmenn og við fengið gríðarlega, bara ótrúlega svona stór nöfn bara sem að við höfum ekki getað sagt frá nema að við komum til að hafa verið búin að pústa á Instagram eða einhverja samfélagsmiðla, hann væri hjá okkur. En þetta er satt upplifun sem fellur inn í þennan hóp sem er þá getur borga vel og er þá hefur úr miklu að velja líka, sko. Já. Þeir eru þá í samkeppni náttúrulega við. Já, við erum í samkeppni bara í því umhverfi, en við erum með retreat hótelið er þetta bara einstök gisting eða einstakt hótel, svo þetta erum við með spa á tengt hótelinu, retreat spa sem er einstakt á heimsvísu, alveg mögnu upplifun að vera þar. Þetta er þetta heilsu og veljunar hótel og svo erum við með Michelin-stjörnu veitingastað. Þannig að við erum raunverulega bara að tala við þennan markhóp. Varðandi öryggismiðstöðuna, þar ef að menn fara aðeins í þá reikninga, þar kemur í ljós að þeir eru til dæmis að fá veruleg bara vegna þess að þeir eru að fá tekur sem tengjast meðal annars flóttafólki og hælisleitendur. Það er bara verulegar höfum við heyrt sem menn rýna í ríkisreikningana að það er bara verulegur hluti að þeirra tekjum kemur af því að sinna gæslu á þessum heimilum þar sem flóttamenn og hælisleitendur búa vegna þess að það þarf að vera veruleg gæsla þar. Og nú vitum við ekki hvað þetta eru áræðalegar tekjur vegna þess að flestir vonast nú til þess að þessi dragi úr þessum tekjum. Já, það er allavega fyrir ríkissjóð. Reiknum með því að öryggismiðstöðin færi þetta svona sem óreglulega tekjur og því er þetta kannski búið að standa yfir í 2-3 ár sem fastur póstur og þeir sitja svolítið að þessari gæslu umfram til dæmis Securitas að hvenar verða óreglulega tekjur svona að föstum tekjum og þessi gera ráð fyrir því að þetta verði minki og þetta verði áfram. Þetta verður örugglega útskýrt á hluthafafundunum. Það verður örugglega útskýrt á hluthafafundunum. Ég gerði svo frægur eins og að leika í Ég man þig sem Óskar Þór Axelsson vinur minn sem mitt leikstýri Svartur og leik var með og ég var ekkert inn í fjármögnun á þeirri mynd en honum fannst ég lít út eins og lögregluþjónn. Hann er lék Guðbrand lögregluþjón sem kemur inn í loka atriðinu og tekur þátt í að leysa gátuna á Jökulfjörðum. Og ég sitt í flugvél til Bandaríkjanna og ég sé að gaurinn heyrir mig við gangina og horfa á myndina og svo segir hann bara, er þú í myndinu? Og ég segi, já, ertu frægur? Ég segi, já, ég er mjög frægur. Og hann tók selfie með mér og svo setti þetta örugglega á samfélagsmiðla. Ég er ekki á samfélagsmiðla, menn að ég sá það ekki. Já, alþjóðleg kvikmyndastjarna. Þetta var mjög gott fyrir hjarta mitt, sko. Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Við erum mættir hér að venju, ég og Jón G. Hauksson, félagi minn og þetta verður 4. þáttur. Við ætlum að renna aðeins yfir svona tíðindi í efnahagslífinu á mörkuðum og síðan fáum við til okkar góða gesti. Heiðar Guðjónsson, nýkjörinn stjórnarformann Íslandsbanka og svo kemur Grímur Sæmundsson, frumkvöðull, læknir og stjórnarformaður Bláa Lónsins. Já, forstjóri Bláa Lónsins, við skulum sjá hvort hann verði ekki forstjóri. Er hann forstjóri þegar hann kemur í þáttinn? Já, hann er forstjóri og hann tekur við núna í mars. Já, ég er aðeins komið fram úr mér. Já, en við ætlum að spyrja nefnitt þetta hvort hann verði ekki stjórnarformaður. Já, það verður athyglisvert og við erum náttúrulega í ljósi þess að félagið hefur ítrekað talað að það hyggist á skráningu Kauphöll, þannig að Grímur fer aðeins yfir þetta með okkur. En Jón, ef við byrjum aðeins bara hérna á svona okkar viðfáðsefni sem er að rýna aðeins í hagkerfi, sko, fyrst, það er stýrivaxta ákvörðun núna 4. febrúar
og það eiginlega engin sérstök ástæða til þess að vera bjartsýn ef við bara horfum á verðbólgutölunar og verðlagshækkanir, þær dynja bara á fólki núna og maður finnur það bara, það áhyggjur að því að verðlagshækkanir komið mikið og hvernig þetta kemur inn í verðbólgumælinguna er áhyggjuefni. Og þá eiginlega, erum við bara komin í þá stöðu ætlar Seðlabankinn að bara að horfa á verðbólguna eða þá hinn augljósa samdrátt sem við erum að sjá í hagkerfinu og sem þarf í raun og veru að fá súrefni í gegnum vaxtalækkanir. Þannig bara staðan, Jón. Það stagflation, svo kalluð. Það er samdráttur en á sama tíma verðbólga. Já, eitthvað sem að enginn vill fá. Enginn vill fá. Já, og þetta er staðan. Hvað getum við eitthvað sagt til hvernig þið hugsa í Seðlabankanum? Ég er nokkuð alveg klára því að Seðlabanki mun ekki lækka vexti alveg á næstunni. Það er bara svoleiðis. Ekki núna, við erum nú... Stýrivexti. Já, ég treysti mér ekki til að horfa lengur í framtíðinu, bara núna 4. Já, svo kemur þetta í mars aftur. Og þú ert ekki... Nei, ég held að við sjáum ekki vaxtalækkun fyrir en bara mitt sumar. Það fer bara hrollur niður eftir bakir á manni. Það hríslast þig, Sigurður. Það hríslast þig, en þetta er hinn kaldi veruleiki. Því opinbera að hækka náttúrulega allt og það verðbólgan bara á uppleið. Já, fólk almennt bara í sjokki yfir veitun til dæmis. Já, nú að fara að hækka hitaveituna. Já, það er sem með dálítið sérkjölu röksemdafærslum að því manni finnst, vegna þess að það félagi ætlar að ráðast í fjárfestingar. Já, það er náttúrulega bara búið að moka út úr þessu fyrirtæki. Það er búið að misþyrma þessu fyrirtæki í áraraðir. Alveg frá því að Alfreð Þorsteinsson var þarna stjórnarformaður á sínum tíma. Ég segi allavega. Ég ætla að fá, maður koma inn eitt innskot. Það var nefnilega örstuð, þú leiðir mér að koma örstuð innskot. Það var þannig að þegar að Alfreð hækkaði á sínum tíma, eitthvað 10%, ég held að það verið 1996 eða 7, þá var Reykjavíkurlistinn komin 95 og þá skrifaði ég, ef þú ætlar að hækka Alfreð 10%, lofaði því þá ekki að þessi gott veður vegna þess að þá var röksemdin svo að væri svo gott veður úti og þá minnkaði notkunin og þá bara hækkuður. Já, eins og hefur verið í haust þetta, veðri hefur ekki kallað á mikla hittavatnsnotkun. Nei, það koma þó nokkru kallar svona. En það er samt, ég held að heimilin bara finni orðið verulega fyrir rafmagns- og hittaveitu reikningunum. Þetta er eitt af því sem hefur nú kannski svolítið... Gert Íslandi byggilegt. Nákvæmlega. Við höfum... Kostum þess að búa í Íslandi að við höfum búið við lágan orkukostnað. Er verið að taka þennan kost frá okkur Íslandingum? Þannig að þess að röksemdin eins og segi, mér finnst að stjórnendur orkuveitunar verði bara að skýra þetta betur. Þeir verða bara að standa... Þeir ráða þess ekki, Sigur, þeir ráða þess ekki. Já, þá verða þeir að segja það. Þá verða þeir bara að segja það. Það er borgarstjórn sem ræður þessu. Þeir bera ábyrgð á útsendingu reikninga. Og ef það er, hvar er það ábyrgðin í þessu máli? Þeir eru að segja, við þurfum að fara í nýfjárfestingar til að tryggja að heitt vatn verði hér áfram á næstunni. En þeir hafa afskriftarreikningin eins og aðrum félög og til þess að meðalans að standa undir fjárfestingu. Þannig að þeir moka út fyrirtækjunu í hítinu. Við getum dvalið lengi við... Þetta þýðir hins vegar að verðbólgan er áfram í gangi og því miður og þar með eru lánin ennþá verðtryggð og allt það. Við vorum aðeins að horfa á vöruskiptajöfnuðin að hann var óhagstæður 40 milljarða í desember sem er svo sem ekki tala sem að með hrökkvi yfir en það er samt útflutningur dróst saman á síðasta ári og það má kannski skýra einhver leiti bara hreinlega með þessu áfalli sem var upp á Norðuráli sem er líka að hafa áhrif á orkuveituna og orkufyrirtæki landsins og það er til dæmis, þetta er í rauninu stór mál. Þetta er svona virðiskeðja sem að... Virkilega, og það á eftir að sjá fyrir endan á því vegna þess að fyrirtæki þegar það fer aftur að ræsa upp vestmiðuna það er gríðarlega kostnaðarsamt. Já, þeir eru eitthvað byrjaðar á því að gera eitthvað pröfur þarna, þetta er gríðarlega kostnaðar var mikið áfall. En allavega við erum bara áfram í þeirri stöðu, það er gott að Grímur kemur til okkar á eftir að því að
sko viðskiptajöfnuður landsins, við bara treystum á þjónustujöfnuðin til þess að balansera. Það varst að tala ferðaþjónustuna. Já, í gegnum þjónustujöfnuðin. Til að balansera viðskiptajöfnuður landsins, að því að vöruskiptin eru, þó að aðeins hafi orðið aukning í sjávarútvegi, þá vantar okkur bara svolítið inn í mengið. Og hvað hefur nú ríkisstjórnin, hún hefur verið að tala fyrir, auðvitað, að kannski ekki sanngjarnt. Hún hefur verið að leggja álögur á ferðaþjónustuna. Já, en hún hefur verið að tala fyrir sko nýjum útflutningsgreinum og efla. Já, það bara, hún talar og talar síður, en það er bara einhvern veginn ekki að það gerist. Þeir verið að fara að sína á einhver spil með það. Já, það er rétt. En ef að bregða okkur inn í Kauphöllina. Já, Arnar, ertu með Kauphöllina þarna einhvers staðar? Það Kauphöllin er að nálgast 3000 stig, alveg svo. Við sagðum við það ekki síðast líka. Jú, en hún fór svo niður. Við komum viku eftir viku og segjum að hún sé að nálgast 3000 stig. Það er ekki, við hlustendur nú það er alveg að taka marka á. Já, nei, sko, þetta segjum við á föstudögum. En svo fór hún aðeins niður í upphæði vikunar og sem þetta nálgast á aftur það sem hún var. Kemur örugglega mánudagur. Já, og svo, en þannig ég er alveg til að segja þetta aftur næsta föstudag, ef þú vilt. Og þetta er bara fakt. Já, þetta er alveg. Hún er bara, enda höfum við haft það orði, að hún sé að fara upp þarna og hún sé að mjakast hægt og sígandi. Já, ég er ekki að segja að við séum að reyna að tala hann upp, en við höfum haft væntingar það. Já, og við höfum verið með jólabónusinn og haustbónusinn, en nú er janúarbónus. Já. Tekur nokkuð marka á okkur lengur, Jón. Við höfum alltaf verið að segja þetta. Já, en það sem er kannski... Við höfum allt og bjarsýnir, greinilega. Það kannski vekur líka aðteglu, við förum það í næsta graf. Og það er það að Íslandsbanki, hann er komin niður í 140, hann fór niður í 150. Við fáum bara mannin núna til okkur eftir. Maðurinn kemur núna eftir nýr stjórnarformaður Íslandsbanka, Heiðar Guðjónsson, og hann mun bara segja okkur sögun á baku hvað er að gerast þarna. Eins með skiptiverðið, er það 8, 10, 20 eða hvað verður? Við mögum ekki klára þetta áður hann kemur. Já, það er allt til að setja hlustendur í gang. Já, þeir svona þetta segir okkur það að það var spenna á meðan fyrir fundin vegna þess að þetta er það sem er að gerast eftir fundin. Það mátti kannski eftir hluthafafundir eftir hluthafafundir þar sem Heiðar var kjörinn og síðan var það kjörinn inn í stjórn og svo er hann þetta er nánast eins og sko lækkun eins og maður sér eftir sko arðgreiðsludag það er nánast þetta byrtist bara og Íslandsbanki er nú svona dæmigert arðgreiðslufélag það vona margir hluthafar sem eru í Íslandsbanka þú hefur nú meðal annars haldið því fram að þú horfir svolítið á svona arðgreiðslufélag fólk á okkar aldri gerir það svolítið. Já, við ellismellinir, við pælum kannski, erum við líka að fá eitthvað arð, er þetta félag sem borgar út arð? Já, láta okkur hafa peningin. Já, þó að væri ekki náttúrulega annars slægið einu sinni ári. Já, við gerum vel við okkur sigur í maí. Já, við segjum bara við Kauphallarfélagi, láta okkur hafa peningin. Já, og það er svona fyrir en setna. Já, heyrðu, en... Ég setti líka Amarok, það er komið upp, það er náttúrulega komið, þetta er 3 ára, síðan 3 ár. Já. Það var að hækka í morgun. Já, 4, það var eftir allt róaðist, eftir Trump-ævintýrið og Grænlands-ævintýrið. Já, þeir komu nú með tilkynningu, ég var nú aðeins að rýna í hana í morgun og þetta er alltaf, maður þarf að rifja upp gömlu jarðfræðina, sko. Já, þeir eru búin að finna eitthvað, þetta er nýtt? Já, eða svona eitthvað sem vekum voru og það vakti athygli mína að þetta er alveg rétt hjá ég kann ekki bera það fram, þessi sko, það sem einu sinni hét Núk. Flugvöllur hann er bara verðum að hringi Kristján Már hann er með eitthvað grænlenskt heiti núna ég legg það ekki á minni við leifum okkur að tala bara það sem að það sé alltaf að segja Amarok var hitti svo á að núna í þessu miðjuhafari þá finna þeir málmæðar rétt við bandaríska flugvöllin í Núk það er innan landamæra já, sko, ég veit ekki hvað ég ætla nú ekki að fara sko fíla svo fyrir ómikið hvort að Trump vitið þetta því að hann rugglust nú oft á Íslandi og Grænlandi hann gerði það, þarna blessaði kallin en manni sagt og en allavega þetta voru athyglisverðar tilkynningar og við höfum margoft rætt það í þessu og eftir að Eldur kom í þáttinn til okkar að þetta félag er í einstakri stöðu
og búið að afla sér gríðarlega þekkinga á því að starfa og vinna á Grænlandi, þekkir jarðfræðina og búið að fá... Við erum með leyfi líka. Erum hvað með leyfi og... Það skiptir miklu máli. Og erum farin að vinna úr þessu. Já, það ein gullnáma, hún eitthvað að gefa og gulli gefur núna, það hefur hækkað mikið. En sko, aðalatrið að þessi einstaka staða félagsins, sko sem að, eins og segja, Eldur hefur ekkit farið í felu með, að hafa þessa stöðu inn á þessa, það ekkit mörg fleiri námafyrirtæki sem eru þannig inn á Grænlandi og svo þessi fræga innviðu uppbygging sem að reyndar Heiðar sem að kemur nú til okkar eftir. Hann nú bara að byrta. Hann nú mikill grænlandsfræðingur en þetta bara mjög merkileg staða sem þeir hafa náð þarna inni. Þannig að ég skil alveg að sko fjárfestar hafi talsverða væntingar til Amaroks. Heyrðu, það aðeins eitt í viðbót, það er þetta með síman, það er nú það er eitt, þar er síminn bara, við skulum bara klára hann áður en að við förum í Heiðar, það allir segja, það hluthafafundur núna á næstunni. Já, bara í næstu viku. Varðandi opin kerfi í greiðslumiðlun og öryggismiðstöðina. Það var eitthvað sem að það var svona athyglisvert bara, það var nú fróðlegt að sjá hvernig þetta fellur inn í síman, hvers vegna verið að kaupa öryggismiðstöð. Já, það kannski vegna þess að öryggisgæsla fyrir fram núna kannski gegnum síma svolítið. Þetta talsverð sko útvíkun á viðskiptamódeli símas og það komir óvart líka hvað þetta hefur mikil áhrif á sko efnahagsreikning símas, veltan eykst gríðarlega við þetta og þeir eru að lofa því, það er nú það sem við spyrjum nú menn þegar við erum að samina. What's in it for us, hluthafana, hvenær ætlið að skila samleiðinni til hluthafana? Það er það sem við spyrjum og þeir eru að lofa því að hún komi bara til þess að gera hratt fram. Það var nú eitt, og þetta er svolítið athyglisvert líka hvernig þessi fyrirtæki munu falla inn í síman. Nú stóðir eiga svo síman eða stóran hluti í símanum. Stæðsti einstaki hlutafinn og þeir hafa... Þessu hlutu þeirra minkar aðeins við þetta vegna þess að nýju hlutafarnir þessi sem er að selja, þeir taka greiðsluna í brefum, held ég, það ekki mestu hluta bara? Já, ég er bara ekki klára því, en allavega verður bara fróðlegt að sjá hvernig þessi þrjú fyrirtæki falla inn í síman og hvort að síminn muni auka verðmæti sitt og þessi fyrirtæki muni skila hagnaði inn í síman. Já, heyrðu, eitt sem við getum... Greiðslumiðlun, bara vegna þess að það er eitt með greiðslumiðlun, síminn er með svo stóran kúnnahóp að þeir geta að fara að nýta sér þennan kúnnahóp, þetta er viðskiptastabbi sem þeir eiga, viðskiptum annað stabbi og þeir geta þá farið að nýta sér greiðslumiðlununa kannski í gegnum með viðskiptavinnina sína, vegna þess að það er ekki bara að senda reikningar fyrir símanum, skilur þú, símanum eða því heldur er hugsanlega hægt að nýta sér þetta kerfi til þess í gegnum að nýta sér þetta sem fyrir aðrar greiðslumiðlum fyrir aðra vörur. Opin kerfi, maður bara ekkert heyrt að því fyrirtæki mjög lengi, svo koma þeir þarna allt í henni inn, Frosti Bergson stofnaði þetta fyrirtæki á sínum tíma. Seldið og keypti aftur. Já, og fór í gegnum það, en það er bara athyglisvert hvernig, það finnst mér vera athyglisverðustu kaupin í þessu, hvers vegna síminn er að kaupa opin kerfi. Ég næ því ekki alveg. Varðandi öryggismiðstöðuna, þar ef að menn fara aðeins í þá reikninga, þar kemur í ljós að þeir eru til dæmis að fá veruleg bara vegna þess að þeir eru að fá tekjur sem tengjast meðal annars flóttafólki og hælisleitendur, það er bara verulegar höfum við heyrt sem menn rýna í ríkisreikningana að það er bara verulegu hluti að þeirra kemur af því að sinna gæslu á þessum heimilum þar sem flóttamenn og hælisleitendur búa vegna þess að það þarf að vera veruleg gæsla þar og nú vitum við ekki hvað þetta eru áræðalegar tekjur vegna þess að flestir vonast nú til þess að þessi dragi úr þessum tekjum. Já, það er allavega fyrir ríkissjóð. Reikna hún með því að öryggismiðstöðin færi þetta svona sem óreglulega tekjur og því er þetta kannski búið að standa yfir í 2-3 ár sem fastur póstur og þeir sitja svolítið að þessari gæslu umfram til dæmis Securitas að hvenar verða óreglulega tekjur svona að föstum tekjum og þessi gera ráð fyrir því að þetta verði
minki og þetta verði áfram. Þetta verður örgulega útskýrt á hluthafafundunum. Það verður örgulega útskýrt á hluthafafundunum. Heyrðu, erum við þetta ekki gott og við ætlum að fá til okkar góða gesti núna eftir? Já, hann komin hingað til okkar og við fáum hann bara hérna inn í stúdíu eftir nokkrar mínútur. Takk fyrir. Já, takk. Já, komið sæl aftur. Við Jón erum búin að fá til okkar góðan gest, Heiðar Guðjónsson, fjárfestir og nýkjörinn stjórnarformaður Íslandsbanka komin hingað til okkar. Það er nú sem ekki að kynna Heiðar mikið. Hann hefur verið ábyrrandi í bæði viðskiptalífinu og umræðinu hér á Íslandi, svona í gegnum tíðina. Hann var nú auðvitað forstjóri Sínar í 3 ár, frá 2019 til 2022. En nú hann sem sagt orðin stjórnarformaður Íslandsbanka, var það í byrjun vikunar. Vertu velkomin Heiðar. Takk fyrir kærlega. Og til hamingju með þetta. Já, til hamingju. Þetta pínlítið svona eins og að leggja sér sjálfan á borðið, að fara í gegnum svona kostningar. Þetta er ekki alveg svo kannski pólitíska kostningar, en samt það er ákveðin barátta sem að menn þurfa að kynna sig og þarframindu götum. Já, og svo líka fara í formennsku í stjórn í svona eftirlit skildri starfsemi. Já. Ég þarf að fara í alls konar próf hjá Seðlabankanum. Þetta er svona ákveðin svipugöng sem ég að bjóðast til að fá að vera í stjórn. Að fá að sinna starfið mínu. Er einhver önnur próf fyrir stjórnarformann? Fjármálafyrirtæki. Það er bara fjármálafyrirtæki. Já, ég veit, en sko, fyrir venjulega bankaráð, ég er svo gamalt, ég segi bankaráð en þá venjulega stjórnarmenn, það er allir sem farið þetta sama próf. Jú, það passar. Og síðan er náttúrulega rosalega reglur, löginu þetta í kringu fjármálafyrirtæki þeim var breytt og svo setta reglugerðir á þessi lög og það er mjög stíft hverjum á breyta með hvaða hraða, hvernig þarf að tilkynna, til hvers þarf að taka tillits og svo framvegis langt umfram það sem gerist í hefðbundnu hlutafélagi. Þannig að þetta er svona, kannski útskýrið það hafi ekkert verið sérstaklega margir sem hafa búið sér fram í þetta. Svo eru settar líka mikla takmarkanir á í hvað öðrum stjórnum ég get setið og hvað ég má gera bara almennt. Svo það sé ekki hagsmunaárekstrar og það útskýrir líka að það eru færri þá sem bjóða sér fram í þetta vegna þess að þetta heftir þá á öðrum sviðum. En ég til ég að prófa þetta. Þetta er svolítið eins og gangi klaustur, sko, með verða bara að sverja heit. Stóra málið sem áður, hvað nýr stjórnarformann, hvað ætlar að gera? Hvað eru ykkur stefnubreitingar sem þú ert að fara í? Ertu með ykkur stefnumótun sem þú hefur í hug og ert búin að pæli sem stærsti einstaklingurinn, er það ekki veskil hjá mér? Í einkafjárfestirinn í bankanum. Hvað ætlar að gera? Já, mér fannst bara nauðsynlegt þegar var nánast búið að selja helming hlutafjár að það yrði endurnýjað umboð stjórnar. Það er búið að breyta það miklu í hluthafahópnum að stjórn væri með nýtt traust umboð og þessi stjórn hefur það. Það var bara einróma stuðningur við hana. En ég er náttúrulega 1 af 7 í stjórn og þarf að taka tillit til þess hvað öðrum fyrst en mínar skoðanir á bönkum eru mjög einfaldar að bankar þurfa að breyta sig meira í að vera þjónustufyrirtæki. Bankar þurfa svona afstofnanavæða sig að einhverju leyti. Auðvitað þurfa að fylgja allum reglum í hvívetna og þvíumlíkt en við þurfum svolítið að setja viðskiptavinnin í öndvegi. Þannig að mín von er svo að eftir nokkur ára þá verði Íslandsbanki þekktur fyrir það að vera fremstur í þjónustu í þessari starfsemi og við þurfum að útvíkka svolítið starfsemina, bjóða upp á betri og annars konar þjónustu heldur en að vera að bjóða upp á í dag. Fjármálabransin er að breytast mjög hratt og ef maður skoðar það sem hefur kannski skort hjá Íslandsbanka á síðustu 10 árum að þá var það þannig 2016 að þá voru þóknanatekjur 13 milljarðar og vaxtatekjur náðu ekki, voru 30 og kannski 5 milljarðar, nú er að vaxtatekjur 53 milljarðar en ef að spárgang eftir en þóknanatekjur er þá 13 milljarðar. Og þóknanatekjurnar vaksa óháð eigið fé bankans og við þurfum svolítið að grípa þetta aftur og Íslandsbanki byggir á gömlu meiði. Ég meina, Iðnaðarbankin, Útvegsbankin, fleiri sem saminuðust. Iðnaðarbankin var alltaf með á nótunum, var svolítið framalega í markaðssetningu. Stuðmenn voru með þá auglýsingu. Frækt var með á nótunum og var frumlegt. Og voru með nýjungar. Og Íslandsbanki var líka kunnur af því að
ég var nú að vinna í Íslandsbanka 97-2000, ég meina við skrifuðum fyrstu hlutabréfa valréttina 96, þá var að koma með fyrstu framvirku samningana 97 og hitt og þetta, þannig að og í útibúa netinu líka, ég meina voru fremstir með netbanka á sínum tíma og þessi þróun var svolítið tengd bankanum og við þurfum svona að endurvekja þetta. En nú hefur náttúrulega bankaþjónusta, að því að þú nú vísir söguna, hún hefur náttúrulega breyst gríðarlega, almenningur valla fer í banka mikið meira, þó eru náttúrulega útibú en einhver opinn, en það er búið að verða þegar talsverð hagræðing í svona frontinu, það sem að viðskiptavinurinn er að koma og hitta bankamennina eða bankafólk, kannski meira almenningur, síðan náttúrulega fyrirtækjasvið og annað slíkt. Er hægt að breyta, ég meina nú allir eru inn í sínum heimabanka, geta sótt sér, eru þar jável með öll sín viðskipti, hvort sem það er hlutabréfa viðskipti eða eitthvað annað, er hægt að breyta þessu mikið? Það er þetta einfalda þetta og það er þetta að lækka kostnað og svo framvegis og svo er þetta bjóð upp á margs konar þjónustu sem bara hreinlega er ekki búið í dag og bæði hvert fyrirtækjum að samtvinna betur hvort það er appið eða netbankin við upplýsingakerfi fyrirtækja, þannig að allt streymi á einfaldan hátt og það sé ekki tvíverknaður en líka bara ýmiss konar þjónusta sem er hægt að fara í. Ég til að mynda er svona kannski nátengdari fjárfestingarbankastarfseminni heldur en viðskiptabankastarfseminni og í fjárfestingarbankastarfseminni er ýmislegt sem er auðvelt að fara í og í þessu eru þetta best að láta verkin tala, við erum á miklum samkeppnismarkaði þó að kannski samkeppniseftirlitið trúi því ekki alveg, en það eru mjög margir sem eru að lána, ég meina ef við skoðum bara eins og í íbúðalánum þá eru lífeyrissjóðirnir allir að lána og svo þeir bankar sem eru starfandi, þannig að það er vel á annan tug aðilar sem eru að keppa viðskiptavini. Segðu mér eitt Skagi, það eru samningaviðræður og að sameina þessu tvö fyrirtæki. Já. Það hefur verið talað það að þú svona og þeir sem eru með þér, það nú vinnuðinn, Ársæll, Valfærs eða ekki, þeir spilir svolítið saman, ef ég veit rétt, að er það ekki vilt þú sameina Íslandsbanka við Skaga? Já, þetta er bara eins og allt að ef að hagsmunir hluthafa Íslandsbanka eru þeir að þá að sjálfsögðu vilja það. Já. En ef að samningarnir er einhvern veginn þannig að það hallar á hagsmuni hluthafa Íslandsbanka þá vilja það ekki. Nei, hvað það hefur rætt það að þú jafnvel hafi farið inn í Íslandsbanka vegna þess að þú hafir viljað koma í veg fyrir þessa sameiningu? Já, ég vil bara fyrst fá aðganga öllum upplýsingum vegna þess að eins og viðskipti voru kynnt 7. október á þeim tíma fannst mér þau ekki spennandi. Nei. Og svo sem sérkennileg dagsetning líka og afmælisdegi hrunsins að vera að kynna þetta en hvað það? Ef við horfum á bara þá samningar sem þá lágu þá fannst mér þeir ekkert sérstaklega álitlegir en ég núna því ég komin inn þá er ég náttúrulega bundið trúnaði á sama hátt þá fæ ég aðganga miklu frekari upplýsingum þannig að ég er þá í stöðu til að annarkvort að endurskoða mat mitt eða fylgi fyrir að mati eftir. Hvers vegna hækkaði gengið að þínu mati svona upp í 150, það nú komið niður í 140, við erum með að skjá bara núna síðustu daga, það er að segja eftir að spennan losnaði í kringum þennan hluthafafund. Það er nú bara eitt stærsti hluthafinn sem er erlendur Capital Group sem hefur verið að selja hlutabrif. Og það hefur þessi áhrif að bara Já, ef það er aðili sem á kannski 60% sem er að selja og bara á markaði. Nei, en það er bara þetta að uppfæra, hvað getur hver sem er hluthafi, skoða hluthafa listan og séð að það er stóra aðili sem er að selja bréf á meðan þá lækkar gengið eitthvað en ég hef engar ágjur af því til ástíma. En sko gengi Íslandsbanka það hækkaði en á meðan var Skaginn aðeins að lækka í þessu og við vorum að ræða þetta með skipti hlutfallið. Það skiptir náttúrulega líka miklu máli á hvaða verði Skagi væri þá metin inn í svona sameiningu. Alveg rétt. Hún yrði farið. Á hvaða verði Íslandsbanki væri metin og hvaða verði Skagi væri metin. Já, það hlýtur að þessi skipti hlutfall hljóta skipta mestu máli. Það skipta mjög miklu máli og þess vegna er það þannig að frá því að þetta var kynnt þarna 7. október þá hækkaði strax Skagi 9% og Íslandsbanki byrjaði að lækka
Þannig að Það markaðurinn... var náttúrulega matmarkaðins á þeim tíma vantarlega. Já. En svo þegar kemur nær, óskaðir eftir hluthafafundi að þá fer Íslandsbanka að hækka mun meira og Skagi að lækka. Þannig að þá eru greinlega einhverju sem halda að hagsmunir Íslandsbanka verði meira ofan á. Þannig að þetta er allt í ferli og við bara sjáum hvað kemur út úr þessu. Heyrðu, en ef ekki aðeins að fara, mér langar líka að spyrja þig annað. Þú varst forstjóri, eins og Sigurður sagði, forstjóri Sýnar. Og varst náttúrulega fyrst hjá Vodafone og þú sko ert maðurinn sem sameinaður Vodafone sem var fjarskiptafyrirtæki við fjölmiðlafyrirtæki. Ég var reynda bara í stjórn þegar það gerist. Þú varst í stjórn. En þessi sameining, mönnum fannst hún lofa góðu að vera með fjarskipti, fjölmiðla, hugsanlegt að fá einhverja tekjur út í gegnum gagnamagnið og flutning og allt þetta. Þú selur þarna á rúmlega gengjunni 60. Síðan hefur gengi í Sýn farið niður í cirka 18. Það er ekki bara helmingast, það er bara komið niður í 18. Má ég spyrja, hvaða Sýn, ef ég má nota það orð, hefur þú eiginlega ánúna viðskiptamótilið þegar þú ert farin út úr þessu fyrir? Já, það er náttúrulega búið að taka margar svona strategískar ákvarðanir eftir ég hætti sem ég er ekki endilega sammála. Ég var ekki sammála því að leggja niður Stöð 2. Stöð 2 gríðarlega verðmætt vörumerki. Ég var ekki sammála því að hætta með Stöð 2 sem áskriftar sjónvarp og opna eitthvað sínsjónvarp sem er ókeypis. Bara svo aðgerð þýddi að það voru yfir 80 milljónur á mánuði sem töpuðust, það bil milljarður á ári. Og hvað kom í staðinn? Kom einhver auglýsingatekjur? Ég get ekki séð það. En það eru þarna fjölmiðlar sem standa gríðarlega vel eins og Vísir og Bylgjan sem er bara mikil arðsemi, mikil notkun, sem sett hlustun og svo notkun á vefnum. Og ég fyrir mitt leiti held að þeir fjölmiðlar verða bara sterkir áfram. Síðan hvað var að fjarskiptin, þá var farið í gríðarlegt verðstríð þar og sérstaklega á fyrirtækjamarkaði, það sem hafa verið að verðleggja þjónustu til langs tíma í útboðum til fyrirtækja langt undir kostnaðarvirði fyrirtækisins og læsa þá inn í tap bara til nokkra, yfirleitt er svona fyrirtækjasamningar 2-3 ár, þannig að læsa inn í tap í nokkur ár. Mér finnst það ekki skynsamlegt. En svo koma líka svona ytri þættir sem voru óvæntir, alveg eins og þegar þeir hjá Sýn tóku yfir ensku úrvalsdeildina, Premier League, borguðu hátt verð fyrir það en töldu út frá sinni reynslu þegar Síminn var með þetta og samkeppniseftirlitið var að hlutast til hver þyrfti að sýna hjá hverjum og svo framvegis að þá var Sýn viss það að þeir gætu bundið þetta við sín kerfi en opna þá kerfin gagnvart öðrum. Þannig að hluthafar Símans gætu keypt þetta og þá bara í gegnum appið hjá Sýn, eitthvað svoleiðis. En þá fór fjarskiptastofa að skipta sér að því og það voru óvænt afskipti vegna þess að fjarskiptastofa áður þegar það voru slagsmál og enski boltinn var Símamegin, þá voru þeir hjá fjarskiptastofu ekkert að skipta sér að því og Sýn taldi að fyrst að samkeppniseftirlitið hafði lagt línurnar svona að þá myndi það gilda aftur en þá fyrir allt í fjarskiptastofun í málið. Þannig að ég vorkenni að því leitinu til, þetta er eitthvað svo óvænt. En hitt að fara í þetta mikla verðstríð og bjóð svona lágt verð og fyrirtækjamarkaði í fjarskiptum, það er bara þeirra eigin ákvörðun. Að leggja niður Stöð 2 er bara þeirra eigin ákvörðun. Þannig að það er einhverjar ákvarðanir sem ég er ekki sammála sem hafa verið teknar sem skýra þennan viðsnúningi í rekstri til hins verra. En ég þykir rosalega vænt þetta fyrirtæki og við megum ekki gleyma því að Bylgjan og Vísir og Stöð 2 sérstaklega því líki frumherjar í baráttu við ríkis einokunna sem var hérna á fjölmiðlamarkaði og svo Tal og Vodafone og Íslandssími því lík barátta við Landssíman og Síman sem var einokunna fyrirtæki í eigu ríkisins. Þannig að genamengið hjá Vodafone er þannig að þeir ættu og í Sýn er þannig að það ætti að vera svona frumkvöðla andiðana til þess að reisa þetta við og ég held alveg að sé að reisa þetta við en ég myndi nú bara ímyndaði mér að það hafi verið auðveldara fyrir núverandi hluthafa að taka þetta af markaði
heldur en að reyna að fara í eitthvað hlutabrif útboð og fara í svona mikla endurskipulagningu fyrir opnum tjöldum, það mikla auðveldar að gera það bak við luktadyr. Já, við viljum reyndar hafa sem flest fyrirtæki inn í Kauphöllinni en þetta er auðvitað röksemdir sem eru taldið sterkar. Það þarf að taka þetta til náttúrulega. Já, ef það er komið á þann tíma. Það er kannski rétt aðeins, þannig að þessi sameining á fjölmiðli og fjarskiptum, allar forsendur sem voru teknar á þeim tíma, þær gengu alveg eftir, var það? Já, einhverju leiti, já. Einhverju leiti, ég meina haustið 2017, það er þessi kaup á eignum 365, þessu fjölmiðleignum fær í gegn, að það var gengið kannski 40 og svo var að koma upp í 70 nokkrum árum seinna. Ég sel hann á 64 með hvað það er, þannig að þetta er svona, það var alveg að reka þetta saman og það var alveg samlegð í þessu rekstri. Já, þetta er kannski áminning að sko við erum stundum svolítið skeptískir hérna á þegar menn að fara í sameiningar og kynna samlegð, er það í raun og veru að birtast hérna og reynum nú að fara fram á menn útskýra það betur, hvernig samlegðin á að koma fram vegna þess að stundum er þessu slegið fram og við erum svona gamlir hundar sko þannig við vitum að það er stundum eitthvað annað sem spila líka á bakvið þegar menn eru að fara í sameiningar eða eitthvað annað. Já og samlegð er tvennskonar. Því að nú ert þú að fást við að meta samlegð við Skagan sem við vorum hérna að ræða á það. Og samlegð er tvennskonar, það er kostnaðarsamlegð. Það er bara, það er óþarfi að vera með 2 bókhaldskerfi. Já, hvað sparast? 2 yfirstjórnir og svo framvegis. En svo er líka yfirleitt einhvers konar tekjusamlegð, að það er krossala, að þarna er einn viðskiptamannahópur og hér annar og er hægt að selja vörurnar í þessu tilfelli frá Íslandsbanka, ef það er kunni hjá Vís sem er ekki í bankaþjónustu í Íslandsbanka, er hægt að fá hann yfir þar og öfugt. Og það var náttúrulega þannig að Íslandsbanki hér áður fyrir og Glitnir var stór hluta við og átti Sjóvá. Þannig að það var svona mengi sem var nátengt og kannski betra að reyna að finna nýtt mengi eins og þá viðskiptavinni Vís sem eru minni líkur að séu bankaviðskiptum hjá Íslandsbanka og þá viðskiptavinnir Íslandsbanka í minna mæli í viðskiptum nú þegar hjá Vís. Eigum við aðeins að venda okkar kvæði í kross. Grænland. Þú ert hérna, bara með hvað manna fróðastu bara held ég svona, takk fyrir það. Ekki að segja svona, við erum að skrifa bókum þetta, norðurslóðir. Hvernig metur stöðuna núna í ljósi allra þessar umræðum Grænland, síðustu dag? Mér finnst Grænlandi bara hafa vaxið ásmegin alveg frá því að Trump setti Grænland á korti 2019 með því að segjast vilja kaupa Grænland. Að þá hefur staða grænlendinga styrst gríðarlega. Og mér finnst svolítið athyglisvert að þeir skuli ekki ganga lengra í að nýta sér núverandi ástand í að feta sig meira í sjálfstæðis átt frá Dönum. Og mér finnst þetta svipa tækifæri og Íslendingar voru með 44 þegar við listum yfir sjálfstæði frá Dönum að bara hreinlega taka skrefið. En nú er það hvað Danir borga $0,5 milljarð evra til þeirra á árið eitthvað slíkt og þeir hafa náttúrulega, þetta er eins og Lars Løkke sagði þegar hann var í Washington, þegar hann talaði bandaríkjunum, ætliði að láta Grænlendinga hafa velferðarkerfi, sko þeir hafa aðgang að danska velferðarkerfinu eins og fyrirkomulega er í dag, ætliði að láta það hafa aðgang að velferðarkerfi að því velferðarkerfi af slíkri með slíkri nálgun er ekki til í Bandaríkjunum, þannig að sko en svo má spyrja sig hvers konar það er kannski það sem Grænlendingar eru svolítið átak að taka stökkið yfir í fullkomið sjálfstæðið og slíta reynilega þessi fjármálulegu tengsl. Og því ég gef út bókina 2013, þá er ég að fjalla helstu námaverkefnina, helstu olíu- og gasleitirnar. Núna er verið að fara að bora á landi rétt norður á Scoresbysundi á austurströnd Grænlands, það sem heitir Jameson Land og ég ferðast þar og þetta eru mikla klappir og þetta er ekki út í sjó, þannig þetta er á landi og menn telja að sé alltaf 13 milljarðar tunna af olíu þarna. Og ef að þeir myndi finna einhvern slíkt að þá væri Grænland að fá miklu meiri tekjur árlega heldur en nemur nokkru, þeir fengju 4-5 sinnum dönsku millifæsluna á hverja einasta ári ókomna tíð út úr þessu. En svo eru önnur verkefni sem eru hreinlega byrjuð eins og bara Amarok-vinur okkar að þeir eru orðnir stærsti skattgreiðandi Grænlands á þessu ári. Og þegar þeir stækka hjá sér umsvifin á Suður Grænlandi
að þá fara þeir að greiða það mikið í skatta að það verður jafnhá fjárhæð og danska millifærslan. Síðan önnað námuverkefni sem þeir eru með sem heitir Black Angel sem norðar, rétt hjá Diskóflóa, að þar eru þeir að fara stað með núna gríðal mikil umsvif og 27 geti sú náma ein og sér verið nóg til þess að mæta því sem myndi falla niður með dansku millifærslunum. Þannig að hann eru 3 verkefni sem eru bara mjög nálægt í tíma og eitt bara komið í gang og bara að skila sínu og svo 2 önnur sem gera það verkum að Danmörk þarf ekkit á sem 500 milljónum evra að halda. Svo verður að halda því til haga að Pitufik, gamla Thule-herstöðin sem þeir eru með bandarækjamenn, þar eru þeir á 10 árum að borgin $4 miljardar. Það eru 400 milljónir dala á ári í 10 ár inn til Grænlands í verkefni og uppbyggingu. Á því svæði þá? Á því svæði, en það eru fyrst og fremst verktakar, því var breytt að það voru alltaf danski verktakar sem voru með þetta, en núna eru komnir grænlenski verktakar inn í það og þannig að peningarnir streyma inn í Grænland meira heldur en bara til Danmerkur. Og svo annað í þessu að þetta blokktilskúð, þessi 500 milljón evra danska millifærsla, hún hefur mikið runnið aftur til Danmerkur í formi þjónustu. Íslenska heilbrigðiskerfið var að þjónusta Grænland. Við erum miklu nær, það var miklu heppilegra, það voru öruggara með samgöngur hingað heldur en til Danmerkur og það voru læknar að fara þarna að gera aðgerðir og sjúklingar að koma hingað í aðgerðir, það var þægilegra fyrir sjúklingarna, miklu öruggari og styttri leið og þægilegra fyrir aðstendundur líka heldur en að fara til Kaupmannahafnar. Danirnir lokuðu á þetta allt fyrir það 10 árum síðan og vilja taka allt til sín og rukka fullt verð fyrir það. Þannig að það ekki allt sem sýnist í þessu með þessar 500 milljónir evra sem þeir eru að stæra sig af að senda til Grænlands. Síðan annað að Danir hafa losnað við ákveðna greiðslur inn í NATO í gegnum tíðina af því að þeir hafa sagt við erum að leggja ykkur til Thule-herstöðina sem núna heitir Pitufik. Svipið þess og við nefnum alltaf Keflavíkur-herstöðina. Akkurat. Þannig að ég bara hugsa hagsmuni Grænlands fólks og þeir eru 50.000 þarna heimamenn Inuitar, svo eru 5.000 aðrir og ég vil gjarnan þetta 50.000 manna samfélag flytji úr foreldrahúsum ef svo má segja. Taki ábyrgð á sjálfu sér. Já, en það þarf náttúrulega fólk þarf að... Þetta vel orðað. Þetta svo Íslendingar. Já, þetta svo, það skilja þetta. En heldur að Grænlendingar stíði þetta skref sko eins og þú segir það náttúrulega þessi umræða síðustu ára og núna og sérstaklega síðustu bara vikur hefur komið rosalegu róti á alla hugsun sko og svo spyrum bara stundum akkur vilja Danir eiga þetta sko það mjög einfalt sko nei svörum þeirri spurningu hvers vegna eru Danir svona ólmir í því að halda Grænlandi vegna þess að þetta eina sem býr til mikilvægi fyrir Danmörku á alþjóða vettvangi. Þeir eru 13. stærsta landi í heimi með Grænlandi, án Grænlands eru nummer 137. Og það hef ég sagt að þeirra vægi á alþjóða sviðinu yrði á við húsgagnaverslun í norðu Þýskalandi. Þeir myndi ekki skipta neinu máli. Grimmur í líkingamálinu. Þetta bara sagt. Þetta það sem að, heyrðu, örlítið olíuleit. Hvað segir okkur að því? Henni. Já, ég bara bjartsýnn með hana. Ég hef nú viljað betri svona opnun á þetta hjá stjórnvöldum að stjórnvöld myndir hreinlega bara bjóða út leyfi. Já. En við erum að ræða við alþjóðlega aðila sem eru mjög traustir og með mikla þekkingu og gríðaleg svona fjárráð að koma og bara banka upp á vegna þess að olíulöggjöfin þannig að sá sem bankar upp á og með þekkingu, reynslu og fjármögnun að hann á bara hreinlega að fá leyfi. En þá maður að útskýra fyrir þessum risavöxnu fyrirtækjum, já, við þurfum að gera þetta svona og þá spyrja þau strax, hversna ekki bara haldið útboð, verið að fíblokkur í einhvern leiðangur og maður segir nei, það ekki hægt að segja nei, já, en höfum við þá stuðning hins opinbera að því að þetta ekki verkefni til nokkur ára, þetta verkefni til áratuga. Og þá náttúrulega líka til grundvallar lög og líka milliríkjasamningar við Noreg af því að þetta á landamærunum við norsku lögsöguna sem ég tel að tryggja okkur algjörlega. Ísland fyrir ekki að brjóta einhverja milliríkjasamninga. Ég tel að enga líkur á því. En þetta var að normenn sínmegin fari að nálgast þetta svæði? Já, vegna þess að Petoro, ríkisolíufélagi hjá þeim, var með okkur í þessu á sínu tíma og þeir voru spenntastir.
þeir sögðust aldrei hafa séð viðlíka myndir af möguleikum og sögðu þessi 10 milljarða tunna lind sem okkur sýndist vera þarna og við erum múin að taka sýni af sjáarbotni sem sýnir að það er olía. Þess að 13 milljarða sem við varst að nefna á Grænlandi. Að sko 10 milljarða tunna, það er nokkru sinnum, það er sko 3-4 sinnum stærra heldur en stærsta lind sem hefur fundist í Noregshafi eða Norðursjó. Þannig að þetta verið langstærsta lind sem norðmenn hefðu komist í og norðmenn út frá þessum gamlu samningum sem Eikon heitinn hafði fórist að gera samnýtingu á svæðinu, þá myndir norðmenn eignast 25% af þessu og Íslendingar væri með 75% og þá er það þeir sem er að vinna þetta fyrir Íslendingarna sem væri líka norðmenn og svo við íslenska fyrirtækið og svo eitthvað alþjóðlegt risafyrirtæki, við værum inn í þessu en það breyti því ekki að skatttekjur ríkisins væri alltaf helmingurinn á öllu sem kæmið þarna upp ef þetta er í þessum mæli. Þannig, það er fyrirkomulagi í þessu. Það er fyrirkomulagi og ríkið tekur enga áhættu, leggur ekki til en hirðir helmingina rekstrarhagnaðina. Ég hef oft gert það áður reyndar, svona almennt í atvinnurrekstri. Já, það er náttúrulega rosalega fínt ef það er hægt. Já, það er. En sko, ég ætla nú ekki að elja lengi við þetta, en sko bara ástandi í svona á olíumörkuðum, eftirspurn eftir olíu, þetta er alltaf mjög erfitt svæði að sækja olíu. Já, þetta snýst bara að því að ég er bara velt að vera með sko samanburðurinn, nú höfum við hort á Venezuela þar sem að menn hafa ekki, olíuðinar hefur verið í algjöru lágmarkiðar og þá við ýmis önnur svæði sko. Venezuela er raun og veru að vinna tjöru. Já, og svo þykk olíana. Já, og það þarf gríðaleg sko efnafræðileg afrek til að breyta þessari tjöru í olíu. Þannig að kostnaðurum við að vinna hana er miklu meiri. Og við höfum í Noregshafi Jóhann Castberg og Jóhann Sverdrup sem eru hérna í Noregi að þar eru lindir sem eru 2,5 milljarður tunna og þar er framleiðslukostnaðurinn undir $20. Þó að sé út á sjó? Já, langt út á hafi. Svipað erfiðleikastig og það sem við erum að tala. Þannig að ef að heimsmarkaðsverð finnir í 50 þá eru þessar lindir ennþá gríðarlega arðbærar. Olíusandarnir hins vegar í Bandaríkjunum, Venezuela olían sem er kannski dálítið lík því sem kemur í Kanada úr olíusandunum. Það er ekki mikils virði ef olíuverð finnir í 50. Það er svo mikil kostnaður við að vinna. Olíusandarnir í Alberta. Er það ekki þeir sem vilja gangin í Bandaríkin? Aðeins annað ertu svona víðar með fjárfestingar? Já, ég verið í... Já, hann verður að hætta þessu öllu núna þegar hann endi það, hann er bundnari. Hann er ekki með eins frjálsar. Nei. Hvar svona, megum við spyrja? Nei, ég er bara mjög hrifinn af orkugeiranum og hef fjárfest í að byggja upp vatnsaflsvirkjanir litlar hérna sem er undir 10 megavöttum og byggt og selt og líka byggt til að eiga og svo framvegis og svo er ég hluthafi og búin að vera í stjórn HS Veitna í 12. árið mitt núna. Ertu með stóran hlut þar? Já, ég er með ágætis hlut þar og það hefur gengið rosalega vel og það er mjög spennandi og þessi orkugeiri í heildsinni er eitthvað sem mikinn áhuga og ég segi til að mynda í bókinni hérna frá 2013 er allir að tala um sjálfvirknivæðingu og tölvurnar að ég ætla ekki að vera þarna fyrir framan tölvurnar og láta þær taka öll verkefnin af mér, ég ætla frekar að vera fyrir aftan þær, gefa þeim vatn og mat, gefa þeim kælingu og gefa þeim orku. Já, þetta er náttúrulega okkar tækifæri líka sem Íslendinga. En rétt í lokin, þú er líka verið að fjármagna kvikmyndir. Já. Ertu eitthvað í því ennþá? Það er spurning hvort það með kalla það business. Já, svartur og leik. Svartur og leik. Já, og svartir sandar. Þannig ef við Jón... Eitthvað fleira svart líka. Þannig ef við Jón kemur með handrits, þá ættum við að fara til þín. Eða ef þið viljið leika. Já, ég vil leiki sjálfur í bíómyndum og ég fæ eiginlega meir út úr því. Ég gerir svo frægur eins og að leika í Ég man þig, sem Óskar Þór Axelsson, vinur minn sem er mitt leikstýrið Svartur og leik var með og ég var ekkert inn í fjármögnun á þeirri mynd en honum fannst ég lít út eins og lögregluþjón. Hann er lék Guðbrand lögregluþjón sem kemur inn í loka atriðinu og tekur þátt í að leysa gátuna á Jökulfjörðum. Og ég siti í flugvél til Bandaríkjanna og ég sé að gaurinn heyrir mig við ganginu og okkur að horfa á myndina og svo segir hann bara, er þú í myndinu? Og ég segi, já. Ertu frægur? Ég segi, já, ég er mjög frægur. Og hann tók selfie með mér og svo setti þetta örugglega á samfélagsmiðla. Ég er ekki á samfélagsmiðlum, þannig að ég sá það ekki. Já, alþjóðleg kvikmyndastjarna. Þetta var mjög gott fyrir hjarta mitt. Þetta er glæsilegt. Þetta er komið hjá okkur og bara kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir.
Og næsti gestur okkar Grímur Sæmundsson, forstjóri Bláa Lónsins. Næsti gestur okkar Grímur Sæmundsson, forstjóri Bláa Lónsins. Velkomin í þáttinn. Takk. Gaman að fá þig. Þú ert að hætta núna í miðjan mars eftir farsælan feril. Já, sem forstjóri. Já. Og en hef nú... Þetta leiðin í stjórnina þarna. Já, ég hyggst nú bjóða við fram þar. Já, verður ekki stjórnarformaður einfallega eftir? Já, ef ég fæ stuðning stjórnar til þess, þá myndi ég ekki slá henda á móti því. Hvað svona tilfinningarlega standa upp, þetta rétti tíminn? Já, ef ég teldi þetta ekki verið rétta tíman, þá var ég ekki að þessu. Þetta, að mínum mati, hárrétt ákvörðun og hárréttum tíma. Já. Og það eru margar ástæður þess að þetta ég búin að standa hérna við stjórnvölinn í 33 ár og síðustu ár hafa verið mjög viðburðarík. Jú, ég heldur betur. Og reyndar mjög krefjandi, svo ég sjálfur hreinskilinn. Já. Og það fer margt saman í þessu, okkar upplifin svo að þessum eldsumbrotum sé að linna, þetta sé að fjara út. Já. Og við erum búin að vera í svona hvað segir maður viðbragðsstöðu núna raunverulega í 5 ár. Þetta fyrst kom COVID og svo vorum við að sigla COVID með miklum bravur og þá kom þessi eldsumbrot í baki á okkur og þannig að þetta er búið að vera mjög krefjandi tími og leið að hafandi í huga að við séum að sigla út úr þessum atburði að þá eru mörg tækifæri og margar áskoranir sem að blasa við félaginu og mér fannst þetta vera rétti tíminn til að fá yngri manneskju sem að myndi bæta við þann stjórnendahóp sem ég með til liðs við félagið og á þessum tímapunkti og líka í ljósi þess að við erum að horfa til skráningar núna næsta haust ef allt gengur upp hjá okkur og þannig að það getur rétt ímyndað ykkur ef við gengið til skráningar á markað og við værum að undirbúa það og hvað er það fyrsta sem að markaðsalar hefðu spurt að Grímur, hvað ætlað þú að vera lengi? Já, ég segi það. Ertu ekki að fara að hætta og hver kemur þá í staðinn og svo framvegis þannig. Það voru fjölmargar ástæður fyrir því sem að voru raunverulega forsenda þessar ákvörðunar. Þetta staðan hjá ykkur í bókunum og svona. Hún raunverulega bara ekkert ósvipi held ég á hjá öðrum í greininni núna. Það kemur hérna núna í nóvember síðastlinnum bara óvænt bakslag. Í gegnum Play þó? Já, menn hafa verið að reyna að rýna í hver ástæðan sé fyrir því en ég held að það sjálfur rétt að hluta til sé að brotthvarf Play að þeir voru að fljúga hausti 24 en voru ekki að þeir núna hausti 25. En að vetrartrafikkin að minnka? Já, ég ekki sem hún sé að minnka. Þetta einhver svona, geta verið bara einstakar aðstæður núna en það líkur þetta alveg fyrir að það færri gestir. Að það bara voru færri gestir að koma í nóvember. Hvað er þetta, 600.000 á ári eða 800 svona þetta var? Ég ætla að klára það sem ég var að segja að hérna í nóvember að þá bara kom þessi óvænta fækkun og kom greininni allir á óvart og þetta alveg sama sagan í greininni allstaðar og líka hjá okkur að bæði nóvember, desember eins og þegar líka fylgst með að hérna hátíðarnar hefur verið allt fullt af erlendum ferðamönnum á Íslandi og hérna, það var bara svona frekar, það var menn töluðum það hvað hefur verið fáir á Skólavörðuholtinu og svo framvegis og svo eru horfurnar inn í vorið ekkert sérstakar en á móti kemur að sumarið virkar eða lítur mjög út og svona menn hafa verið að velta fyrir sig hvort það sé að koma það sem við köllum meira seasonality en eins og þekkjum sem við erum búin svo lengi í greinni, það var í Galanda, voru veitirnir erfiðir og svo var verðtíð á sumrin en hérna en þetta þetta margar ástæður líka aðra heldur en kannski Play, ég held að þetta sé bara þessi óvissa í alþjóðamálum og það allski svona utanaðkomandi aðstæður sem virðast vera óaðstæður og svo má ekki gleyma því að því miður að þá hafa stjórnvöld ekki eiginlega gert neitt sem að heiti getur í hvað varðar markaðssetning á Íslandi sem áfangastað eftir COVID. Það búið að gera mjög góða hluti í þeim efnum
en þetta verður ekki náð sér að strika eftir COVID og ég tel alveg klárlega að það skipti verulegu máli. En hver var aftur spurningin? Já, ég var nú bara að vanga vel þess með vegna þess að sko Bláa lónið hefur verið með... Hvað koma margir til okkar? Já, þið hafi verið með flesta gesti á alla áfangastæði á Íslandi. Já. 600.000 cirka á ári, er það ekki rétt skilja á mér? Nei, það er nú tölvöld meira það. Já. Þannig að við vorum með sko... Hvað er margir gesti sem komið? Við vorum með 600.000 gesti árið 24 og þá vorum við sko lokuð í 71 dag. Og það var gos í 121 dag. Já, ok. Þannig við erum nú með metnaðarfyllri markmið heldur en að ná 600.000 gestum. En við höfum svona í sögulegu samhengi verið okkar stærsta ári gestafjölda var 2018. Þá fengum við 1.200.000 gesti. 1200.000 gesti. Já, 1200.000 gesti, já. En við höfum verið að horfa til þess að við séum að fá svona 900.000 pluss á þessu ári. Já, ekki á þessu ári kannski alveg, vegna þess að við erum ennþá að sigla út úr þessum atburði en svona til lengri framtíða liti að þá séum við að horfa á 900.000 til milljón. Við erum verið núna undanferðin ár sko sem að það sem við kannski byrja á því að við erum ekki búin að eiga eðlilegt rekstrarár núna síðan sko 2018. 2019 var fall WOW og Boeing Max skandallinn, 2020 byrja COVID, 21 COVID, 22 COVID, við förum inn í 23 með miklum glæsibrag og gekk gríðarlega vel, alla þessar 10 mánuði sem við vorum með opið, síðan voru bara lokuð síðustu 2 mánuði út af eldsubrotum, svo 24 eins og rýsa fyrir okkur, 25, reyndar bara tökos í fyrra og þannig ef við horfum á okkur í sögulegu samhengi þá höfum við verið að horfa til þess að við séum með alltaf því helming allar ferðamanna sem komið til landsins sem gesti í okkur og það er svona okkar markmið að reyna að ná því þannig að þá ertu með 900.000 til milljón gesti á ári. Og það er það svona sem að þið kannski bara geti tekið við. Við erum alveg með innviði til að taka við því sko. Já. Við hér í hluthafaspjallinu erum við nú mikið að fjalla um Kauphöllina sem gefur að skilja en Bláa lónið hefur nú nokkru sinnum borið á góma hérna sem vegna þess að svona væntinga að félagi komi til skráningar. Við höfum oft rætt um það vanti félög úr ferðaþjónustunni meira inn í Kauphöllina svona sem þverskurð atvinnulífsins að einhverju leiti og til að bjóða fjárfestum fleiri tækifæri en eins og þú hefur nú rakið þá hefur nú atburðarásin verið svolítið hún verið svolítið erfið eða mikið af viðfáðsefnum skulum við segja. Já, áskorunum. Töluvert. En nú þið að tala að félagið sé að koma inn með haustinu ef allt gengur upp, já. En sko félagið er náttúrulega ekki bara Bláa lónið lengur og ég velti fyrir mér að því að nú þið búin að fjárfesta í ferðaþjónustu verkefnum og álíkast bæði hótel og svona afþreyingaverkefnum og baðþjónustu eða hvað maður kallar það, víða land. Já. Hafið þið verið að byggja þetta upp með það í huga að þetta hefði traustari tekjustöðu þó að fleiri tekjustöðum með þetta í huga. Já, sko við vorum farin að huga þessu sko 2020 og sko við vorum að ræða sko hugmyndir að skrá félag á markað 2020 og síðan erum við búin að fara yfir hvað gerist í framhaldinu og 2023 eins og ég var að lýsa fyrir ykkur vorum við að sigla í besta rekstrarári í sögu félagsins og ætlum að skrá okkur voru 24 og við vorum búin að fá sko skráningar aðalega til við okkur Landsbankan og fjárfestingarbankan Fossa á þeim tíma og erum ennþá að vinna með þeim og menn hafa bara síðan verið á hliðalínunni að fylgjast með hvenær við getum aftur farið í þessa vegferð þannig að sjálfsögðu fór þetta svona var þetta sett til hliðar og meðan með voru að vinna í öðru og raunverulega fórum við enduræstu við skráningateymið með þessum samstæðsaðalum í haust, síðastliðið haust
með það fyrir augum að annarkvort myndu við reyna að skrá okkur núna í vor, næsta haust eða voru 27 og við tókum fund núna með þessum ráðgjöfum í byrjun ára og það var allir sammála það að miða það sem að hefur gerst í skammtímanum í greininni eins og ég var að lýsa fyrir ykkur áðan að þá væri nú vorið ekki kannski spennandi kostur en miða við hvernig horfur eru núna og ef við náum að standa við okkar plön sem við höfum fyrir reksturinn fyrstu 9 mánuðina og þá maður að horfa sjálfsögð á sterkt sumar og þá væri við að horfa til haustsins núna að skrá félagið en ef að einhverjar eitri aðstæða verði mjög óhagstæðar þá myndum við vera að horfa voru 27 og eins og ég myndi kannski orða það í síðasta lagi. Já. Til dæmis eldgos. En talandi sko tekjustofunar að það er alveg hárið rétt og þá nú heldur betur svona hvað segir maður sterk skilabúð frá náttúruöflunum að það verður nú kannski ekki gott að vera með öll egginni í sumu korfunni en við vorum farin að skoða þetta 2020 líka og við vorum áður búin að fjárfesta í baðstöðunum fyrir norðan og styrktum stuð okkar það 2020 og eru þess stærsti einstakir hlutafinn í eignarlagsfélagi sem heitir Norðurböð sem að eiga Jarböðin og Sjóböðin og Húsavík og síðan Vök og Eilstöðum. Jarböðin við Mývatn. Jarböðin við Mývatn. Já, þessi þrjá baðstæðir. Já, þeir eru... Það er Húsavík, Mývatn og svo Eilstöðir. Já, Eilstöðir. Auk þess sem eru beinir hlutafir í Jarböðunum frá gamalli tíð og einnig vorum við búin að fjárfesta í Fontana við Laugarvatn. Og við þetta höfum ásamt okkar meðeigendum í þessum félögum verið að vinna því að endurnýja þessa baðstæði. Við talsum fjárfestingum á. Já, í gegnum þau félög. Bæði Jarböðin, það hefur verið að klára þar alveg stórglæsilegan baðstæð sem að gjörbreytir þeirri starfsemi og sama má segja Fontana að það er líka verið að eins og það segir á mannamáli að taka þann baðstað alveg í nefið og gera hann miklu meira spennandi fyrir gesti og bæði þessi verkefni verða opnuð þessar endurnýjuna framkvæmdir í báðum tilvikum að þeim líkur í vor þannig að þá verða þessir 2 baðstæðir eins og 9 baðstæðir og nú síðan höfum við líka verið í langan tíma að skoða tækifæri þar sem við höfum verið bara að byrja bara frá grunni og sérstaklega Þjórsárdalurinn sem er mjög stort og metnaðarfullt verkefni. Það er mjög stort verkefni. Ja, það er mjög stort verkefni og við erum búin að vera að vinna í því í, hvað ég að segja, 9 ár, 9-10 ár sem að frá því að ég fyrst kom að því þeirri hugmynd að byggja upp segul í Þjórsárdal. Þjórsárdalur er þetta bara stórkostleg perla sem einhvern veginn hefur lent utan alfarar leiðar og ekki einhvern veginn verið tekin inn í myndin. Þessi Sullendingun tek alveg undir það. Já, nákvæmlega. Ég meina þegar ég var polli þá fór maður með pappa og mömmu í útilegu í Þjórsárdal. Já. Og mjög fallið svæði á þetta er bara samsafna einstakur náttúruperlum bæði Þjórsárdalur sjálfur og síðan ertu með fossana og út með stöng og þú ert þarna raunverulega á mörgum byggðar á hálendis og þetta er marganhátt alveg magnaðu staður. Þarna höfum við verið að í mjög metnaðarfullri uppbyggingu sem að klárast voru 28. Má ég spyrja hvað er heildarfjárfestingin áætluð út að? Já, hún ég er kannski ekki alveg tilbúin að segja nákvæmar tölur en það hleypur á milljörðum Já. Ansið mörgum. Svo hefur náttúrulega verið í Kerlingafjöllum. Svo ég gleyma Kerlingafjöllum, ég bara byrst forlátt á því að glemt því. Það er þetta verkefni sem ég fórum líka í með þessum formerkjum. Það var svona kannski svolítið önnur nálgun í sjálfan sér í þeim skilningi að Kerlingafjöll er þetta einstök náttúruperla á miðju hálendi Íslands og eigendur Fannborgar félagsins sem að stóð að rekstri og uppbyggingu í Kerlingafjöllum
sko frá því 1960 með með Valdimar Jötvarsson og Eiríkur var nú hérna Eiríkur þýskukennari okkar Jóhans hérna voru þarna mikla kempur og held þessu líf og þeir komu til okkar og það líka 7-8 ár síðan og voru að leita svona stuðnings okkar í því að reyna að lyfta svona Kerlingafjallið sem áfangast á nýjan stað og Kerlingafjallið þetta eru friðlýst svæði en þetta er alveg magnaður staður og og það var líka mjög langur undirbúningstími að því að við færum inn í það verkefni sem að hefur endað þannig að nú raunverulega eigum við þetta félag og að fullu og við fórum þessu uppbyggingu að reyndar að breyta þeim áformum sem að þeir voru búin að fá leyfi fyrir mörgum árum þar að þeir voru búin að fá leyfi fyrir 120 herbyggja hótelið þarna sem að okkur fannst nú ekki alveg passa við sko það umhverfið sem að við verum að horfa til og við fórum í að hanna þarna uppbyggingu sem að mundi mæta þörfum allra í þeim skilningi að þarna getur við gist í tjöldum eða í svefnbókaplási eða á hóteli eða í svona ennþá betri gistingu og ég veit að með frábæra samstagsmenn og hönnuði innanbúða hjá mér og þar er þetta nú eitt Sigurður Þorstinsson sem hefur verið hönnuður hjá okkur og samstarfsmaður minn í 27 ár og þannig að við fórum í það verkefni og ég held að það sé svona almanna rómur að það hefur tekið skriðarlega vel og svona búið til svona viðeigandi umgjörð þessar náttúruperlu sem að Kerlingafjöllin eru. Þetta er búin að telja upp 5 staði aðra fyrir utan Bláa lónið sem að já, við erum eigið eða tengist. Já, nákvæmlega. Og svo þetta höfum við líka, og það var líka áttu mjög tölverðan aðdraganda að við keyptum jörðin á Hoffell við Hornafjörð. Og þið eru svona að taka landið svolítið. Já, við þetta erum í sjálfur alla fjórðunga. Já, ég meina við þetta bjögum þessi atvinnugrein til. Ég meina Bláa lónið bjóð til þessa atvinnugrein og þessa upplifun sem að heimsóknu í Baðlón og þannig að við þetta höfum alltaf verið með auga á því að nýta tækifæri á landinu öllu sem líka í anda þess að við viljum að ferðmenn dreifist landið allt og helst allt árið líka og þá þarf að vera með innviði og segla sem að draga ferðamennina á þessi svæði. Ætlið að byggja stórt hótel þarna við Hoffell? Eða hvað ætlið að gera við því kaupið þarna sigur þessa jörð? Já, við ætlum að setja... Hvað ætlið að gera við hann? Já, við ætlum að byggja þar bastað og sem alveg þá nýr segull sem að styrkir svæðið. Ég meina þetta svæði kringum Hornafjörð og Suðausturlandi þetta alveg stórkostleg náttúrufegur. Og svo munum við fara í að byggja hágæða gistingu svona í þessum retreat anda eins og þið þekki kannski að við erum með í Bláa lóninu kannski? Já, og þá varum við líka að bæta við gistivalkosti sem ekki að keppa við aðra gistivalkosti á svæðinu. Þarna er mjög öflug ferðarþjónusta og mjög mikið af góðu fólki að sinna þjónustu við ferðamenn þannig að við erum að vinna með því samfélagi sem við erum í þar og skiptir gríðarlegu máli að þegar þú ert að í svona verkefnum að þú sért að vinna með nærsamfélaginu og saman tíma að gæta náttúruvernd og umhverfi og svo framvegis. Þetta allt saman lykilatriði og í bara okkar gildum hjá Bláa lóninu. Þessi mjög áhugaverð þessu uppbyggingu eins og segir að þið svona kannski horfðu til þess að hafa ekki öll eggin í sömu körfunni og Bláa lónið náttúrulega einstakur staður og hvernig það hefur þróast við tímanum og það er svolítið þín arfleið að þetta hefur þróast með einstakum hætti og farsælum ágætt til nánast að náttúruöflin svolítið þið njóti náttúruaflana en svo komaðu aðeins svona
með nýjar áskoranir. Sigurður, sko, það væri ekkit blátt lón ef ekki verið eldvirkni á Íslandi. Já, ég segi það, þetta er svona sama tvær hliðar á sama penningum. Já. En sko, ef við horfum til þess, sko, að því að, svo þú segir, það kemur Bláa lónið vegna staðsetninga sinnar og hvernig þau verið byggt upp, það er gríðarlega fjölda gestum og hefur auðvitað verið þessi formúla sem í margir eru náttúrulega að horfa til og eru aðeins að ganga inn í. Já, það hafa ýmsir aðalar hérna að eigi frumkvæði farið í þessu já. og við erum bara, okkur finnst það bara frábært. Já, þetta er náttúrulega eitt af sérkennum Íslands sem ferðamannastaðar að geta farið í þessa upplifun sem eru þessi baðlón. Já, þetta er bara líkil afþreying fyrir erlenda ferðamenn og þetta fer mjög saman við okkar svona stærri sýn sem er svo að við erum heilsu og velviðuna fyrirtæki og mín svona framtíðarsýn fyrir Ísland sem áfangastað ferðamanna og til aðgreiningar í samkeppni, alþjóðlegri samkeppni er að við styrkjum þessar stoðir í víðara samhengi þannig að Ísland í huga erlendra ferðamanna verði heilsuland í Ísland. Þannig að við höfum svo margt til að bera til að geta staðið undir þeim formerkjum að hvað varðar einstaka náttúru, baðmenninguna, náttúrulegar afurðir, lambið og fiskinn og hreina vatnið og hreina loftið og þetta er bara alveg, þetta er þetta bara blasir við að þetta er í mínum huga svo sín sem við höfum að þróa fyrir Ísland sem ferðamannaland. Ég verið með erlenda gesti og þegar spurði hvað langar ykkur að gera fara í Bláa lónið. Svo einfalt var það nú. En ég veit ekki, sko, kannski aðeins að taka forskot á það þegar til skráninga kemur, sko, sem að verður örugglega spurt á þeim tíma hver mikið vigtar Bláa lónið á móti hinnum stöðunum sem eru með inn í tekjustreymi félagsins eins og í dag? Nei, kannski eins og þið sjáu það fyrir ykkur. Já, til framtíðar. Já, ég spyr nú ekki lengra þegar fram á haustið. Já, þetta er sko, eins og staðan er núna þá er þetta sko langstærstur hluti tekna félagsins eru frá Bláa lóninu. Og það má ekki gleyma einni stóð sem að reyndar, sko, kannski gleymist oft að við þetta erum með eina stóð sem við erum að þróa sem eru Blue Lagoon Skins Science húðururnar okkar. Og við höfum verið að stíga fyrstu skrefi að komast inn á erlenda markaði með húðururnar og höfum verið að fókusera á bandaríkjamarkað og erum að stíga þar alveg markviss skref og spennandi, þannig að það er svona ein stóð til viðbótar svona því til haga haldið en í skamtímanum þetta er Bláa lónið bara þetta kjarna uppspretta tekna fyrir félagið en það er okkar framtíðarsýn að Bláa lónið, tekjur Bláa lónsins verði kannski svona 50% af tekjum samstæðunar. Og það verði til lengri. Já, meðan við þau verkefni sem þið eru með í smíðu núna. Já. Ekki meira 50%. Já. Heyrðu, hversu sterkt sko er vörumerkið Bláa lónið? Þekktasta vörumerki í Íslandi. Ég var að koma á æfingu og ég bara Nei, ég meina, hvernig skynjar þau styrkleika merkisins? Já, við þetta... Já, hún er svo mikið markaðsmaður. Já, hann er líka maður. Já, ég veit það. Ég dref mig í hlið því að markaðsmennir ræðið saman. Já, nei, hversu sterkt, svona, hvernig finnið þið styrki? Við þetta finnum hann að sjálfsögðu í áhuga þeirra sem eru að koma til landsins að koma til okkar. Við þetta... Það var neitt að fyrsta sem ég gerði þegar ég hóf rekstur á Bláa lóninu á sínum tíma, það var að skrá vörumerkið, Blue Lagoon. Og það er sko 94 eitthvað sviðis sem að var sko mjög stór reyndist mjög farsal og mikilvæg ákvörðun þarna þess að á þessari vegferð þá hafa sko tugir, ég veit ekki hvað að segja fjölmargir. Já, þurft að verja það. Já, við þurft að vera sko raunverulega verið með okkar vörum ekki að sérfræðinga sko og það er bara alltaf það reyndar ekki núna síðust árin en þarna sérstaklega framan af þá voru við stöðut
að verja vörumerkið hvert eilendum aðlum sem ætluðu að fara bara að pikka þetta gott nafn sko og var að pikka þetta upp. En sko við gerðum mælingar, það er mjög langt síðan við gert mælingar á vörumerkjum, við gerðum mælingar í Bandaríkjunum, það er mörg ár síðan og og það er alveg ótrúlegt sko raunverulega ef ég á að vera hreinskilinu þá er ég ekki meinin að kannski talna greiningar styrk vörumerkisins en ég held að það bara dugi að segja það að góðu vinn minn var í Oregon daginn og fór þar inn á veitingastað og fólk spurði hvað hann væri og og hann sagðist frá Íslandi og þá sagði þetta veitingumaður já, ég vil fara til Íslands í Bláa lónið. Þetta er nú bara þannig. Ég meina, sko, ég held að það sé bara óumdeilt að Blue Lagoon vörumerki er heimsþekkt. Það er þannig. Og meiri segir mitt í löndum sem hafa baðkúltúr eins og Japan, ég meina, þetta er alveg ótrúlegt hvað raunverulega vörumerki er þekkt. Ég var ástefnu niður í Dubai sem núna í nóvember síðastlinu sem var ráðstefna stærstu samtaka á sviði heilsu og vellíðunar. Þess að sko heilsu og vellíðunar geirinn er að vaksa gríðarlega hratt að það er hvað segir maður á íslensku, það er svona megatrend, það er svona að fólk, það er ekki íslenska að segja megatrend en það er alveg ljóst að okkar kynslóð og kynslóðbarnan okkar er tilbúin og er að færast í þá átt að vera reiðbúið að greiða sko, eða borga miklu meira fyrir heilsu og heilsutengdar vörur og þjónustu og þetta er gríðarlega spennandi þróun og fettum alveg saman við þess að vorum að tala um áðan saman til Ísland sem heilsuland og þannig að tækifærin sko í þessu samhengi eru bara gríðarlega mikil og þar meitt sko hitti fólk og þessum vettvangi heilsu og vellíðunar meira og minna allir gestirnir sem voru það hefur heyrt Bláa lónið. Heyrðu, Bláa lónið sko það verður til, það er almenningur lónið er náttúrulega blátt en það var byrjað að kalla Bláa lónið af fólki sem var farið að baða sig þarna, sjúklingar og fleiri áður en að íslenska heilsufélagið sem þú stofnaðir kom að þessu þannig að það má segja almenningur hafi komið með þetta frábæra nafn bara lónið sjálf komið með nafn og þetta var nú bara eins og gengur að þetta var bara til sko svona eins og segir mann á milli og auðvitað einhvern veginn bara augljóst þarna var blátt vatn og hitaveita var að bóra þarna og þetta verður til þegar hitaveita sem affallsvatn og það þetta finnst mér skemmtilegast í svona vingillin og sögu Bláa lónsins er að sko við tókum sko affallsvatn frá orkuverun í Svartsengi sem var vandamál það var vandamál vegna þess að raunverulega þegar orkuverið er byggt að þá þetta pumpuður jarðsjónum upp og dróður honum orkuna og síðan bara var affallsvatninu bara hent út á hraunið og svo bara sífraði það að gegnum raunlögin og aftur niður í jarðhitageyminn en svo þetta var svo mikil kísill í vatninu að kísillin þétti allar sprungur og síðan var ánsaman til þetta affallslón og þetta lón var bara vesen og svo eins og Jóhann segir sko fer fólk að baða sig þarna eftir böll eins og kannski hefur heyrt á síðan tíma frumstæðar aðstöður og sóriasjúklingar fór að baða sig og þá uppkvæmdast þessi lækningamáttur í lónu og það er ástæða þess að ég sem ungur læknir fæ áhuga á Bláa lónu á síðan tíma þannig að þá var ég búin að stofna Íslenska heilsufélag sem var félag gjaldeyrisskapandi heilbrigðisþjónustu og ég hafði hug á því að setja þarna upp heilsudvalarstað þar sem að maður geti tekið á móti erlendum sóriasjúklingum að þeim fengju aukaverkana lausa áhrifaríka meðferð við sínum sjúkdómi. Þannig að það var svona uppæðið öllu saman.
Og hvern fyrstu með, var það ekki Dagbjartunni, hver var þarna sem kom þarna inn í þetta með þér úr skal ég segir frá Grindavík? Hvað hétt? Nei, hann heitir Edvard Júliusson. Já, Edvard. Hann var alveg ómetanlegur samstagsmaður og stundismaður þarna í upphafi og fóruðu tveir, þið farir með, það er náttúrulega Grindavíkubær sko sem að hann var forystumæður í Grindavík á þessum tíma og ég var búin að stofna Íslenska heilsufélagi með stuðningsaðilum og það var svona áhugavert að velta fyrir sér sko, var þetta nýsköpun í sinni tærustu mynd og þegar maður ber saman sko nýsköpunar og sprota umhverfið eða stóðkerfið í kringum nýsköpun og sprota í dag og fyrir þarna á þessum árum, þetta er þetta algjörlega heiminn og haf Þetta er 1992 sem þið eru það Við stofnum félagi 1992 Ég stofnaði Íslenska heilsufélagi 1991 og við fórum þarna í þessa vegferð og svo eitt af öðru og það voru mjög margir góðir aðlar sem lögðu hönd og plóg í þessari vegferð sem að væri ólangt mál að telja upp hér. Það þurftur ekki líka einhvern tímann að skipta lónu, hvernig var það? Þetta er ekki upphaflega lónu. Nei, það er þetta hluti af því að þetta affallsvatn uppið Orkuveri var til trafala að Hitaveita Suðurnesja voru með áformum sko, að nýta það svæði sem á lónið var á hann uppið Orkuverið fyrir utan það var aldrei neinn framtíð því að hafa baðlónið þarna við hliðina á Orkuverinu. Þannig að þegar við byggjum baðstæðin sem er upphafsmannvirki að þeim framkvæmdum öllum sem eru við lónið í dag, að það var það hluti af þeirri framkvæmd að færa starfsemina frá Orkuverinu þannig að Orkuverið hefði svigrúm til stækkunar og uppbyggingar og saman tíma við getum síðan þróað okkar starfsemi án þess að trufla Orkuverið þannig að það var bara hagur fyrir báða í því þannig að og það var fullt af verkfræðilegum afrökum unnin í þeirri vinnu vegna þess og þar var fremstur í flokki Albertsson sem þá var aðstoðarforstjóri Hitaveita Suðurnesja við að flytja jarðsjóinn tæplega kílómetris leið á nýjan stað og jarðsjórinn þegar hann var að koma til okkar var 160 gráðu heitur og undir 5 bara þrýstingi og það þurfti raunverulega að búa til baðlónu þessum 160 gráðu heita vökva og það voru þróaðar þróaði brunnar sem að raunverulega gengdu því hlutverki að ná niður, taka niður þrýstingin og setja vatnið í baðhita setja það í baðhita og þannig að það er svo mikið á ótrúlegum sögum sem eru til um þróun fyrirtækisins. Þetta er þetta á margan hátt alveg einstök saga. Já, þið hefur líka fengið hönnunarverðlaun þarna fyrir hótelið. Já, við var ekki Sigþórsdóttir sem að Já, hún hefur verið okkar arkitekt í allir þessari uppbyggingu við Bláa lónið fengið verðlaun hætti fyrir þetta. Já, hún hefur fengið verðlaun og við höfum fengið fullt af verðlaunum og ég held að við höfum fengið við töldum þetta saman í einhverju kynningu, ég held að þegar við byggðum í Trít hóteli sem þetta var brautrinda verkefni í hágæða gisting á Íslandi og opnaði dyrnar fyrir auðuga gesti að koma og gista á Íslandi sko ég held að við fengið 35 verðlaun fyrir það verkefni þannig að alls konar verðlaun en með þess að íslensku steypuverðlunin þannig að Mámstóði hvað þessari hönnun sjálfur svona ég vil hafa þetta ég vil móta þetta svona ég skal nú viðurkenna að ég myndi nú vilja svara þeirri spurningu játandi þannig að það mér stundum fundist sko kannski aðeins misvægi milli þess að með fullir virðingu fyrir hönnuðum að þeir sem að gera sko hönnuð geta bara verið frábæri síðan þarf einhver að standa á baku verkefnið og framkvæma það og í sambandi verið í Tríti til dæmis er skemmtileg saga því
að við vorum að vinna í grunninum á retreat og þá komum við þegar við verðum að grafa í hrauninu, við byggðum bara mannvirki inn í hraunið, inn í Illahraun þarna og þá kemur bara svona hellir þá bara undir Svo er oft í hrauni. eins og oft í hrauni og þá vorum við þarna að horfa á þetta og mínir bestu menn voru þarna á vettvangi og svo fara að menna og það var ekkert í teikningu með annað en þá var spurningin það var nú smart að gera vínkjallara hérna og svo horfðu allir á forstjóran hvort að hann var nú til í að láta þessa hugmynd verða veruleika og hún var að veruleika þess að kannski þekkið að vínkvelvingin okkar þetta alveg einstök og nýtur mikillar athygli þeirra gesta sem koma í trít sko. Þannig að kom eitthvað af þessu. Já. Eru svona, kannski svo ákvörðun sem þú varst ánægðast með að hafa tekið svona á þessum ferli. Ykkur ein ákvörðun sem að réði úrslit, skulum við segja. Margar ákvörðun sem að ráða okkur úrslitum sko. En mér veist, ég alltaf hreykinn af því að hafa haft sko hvað ég að segja, vita á því eða þá sín að skrá örumerkið sko, þegar ég var nú bara þarna blautur og bargu eirun sko að hafa vita á því að tryggja þá hagsmuni og svo þetta margar stórar ákvörðunir sérstaklega í uppbyggingarfösunum sem við tókum, að vísu fórum við mjög við vorum nýbúin að tvöfalda baðstaðamannvirkið sem við byggðum 1999 eða opnum 1999 árið 2007, bara réttur hrun þannig að það voru margar stórar ákvarðanir sem að ég tók í hruninu til að ná að sigla félaginu gegnum hrunið og síðan þetta risastór ákvarðan að hafa ráðist í að byggja retreat hótelið sem er algjörlega einstakt verkefni og hefur verið gríðarlega vel hefnað rekstrarlega líka. Það er alveg fallið inn í það rekstur sem var fyrir Já, en opnaði líka dyrnar inn á annan vettvang. 5-stjörnu hótel inn á hótelrekstur bara yfir höfuð. Já, á Íslandi og þegar veltið fyrir að við erum með 62 herbyggi og nóttin kostar 250.000 og það er 80% nýting á þessu hóteli. Allt útlendingar þá Já, sjálfsögðu. Þetta er bara langmest erlendir auðmenn og við fengið gríðarlega bara ótrúlega svona stór nöfn bara sem að við höfum ekki getað sagt frá nema að við komum til að hafa verið búin að pústa á Instagram eða einhverja samfélagsmiðla, hann væri hjá okkur en Þetta er satt upplifun sem fellur inn í þennan hóp sem er þá getur borga vel og er þá hefur úr miklu að velja líka sko. Já. Þeir eru þá í samkeppni náttúrulega við. Já, við erum í samkeppni bara í því umhverfi en við erum með sko retreat hótelið er þetta bara einstök gisting eða einstakt hótel svo þetta erum við með sko spa á tengt hótelinu, retreat spa sem er einstakt á heimsvísu alveg mögnu upplifun að vera þar þetta er þetta heilsu og veljunar hótel og svo erum við með Michelin stjörnu veitingastað þannig að við erum raunverulega bara að tala við þennan markhóp og það hefur gengið gríðarlega vel Já. Og það er þá bara sérstök markaðsetning sem að Já, við raunverulega fórum í svona sem menn segja á vondri íslensku við fórum í pre-marketing á retreat hótelinu 2 árum við opnuðum og í sjálfum sér höfum við ekkert mikið auglýst retreat síðan ekkert síðan eins og Silica hóteli sem við erum með sem er alltaf fullt, við höfum aldrei auglýst það og en þetta við erum að nýta okkur þessa reynslu núna í aðdraganda þessi við ætlum að opna Þjórsárdal 28 að við förum að kynna það verkefni núna bara að krafta þessu ári og það er gríðarlega mikið spenningur bæði hjá erlendum endursöðulegum og innanlands líka fyrir því verkefni þannig að það er í mörg horn að líta Sannarlega
Hvað sér Jón, erum við... Jú, er þetta ekki bara nokkuð gott? Það er kannski rétt í lokin, bara Grímur að... Það er að tala um íþróttir við Nei, það er á öðru vettvangi. Já, það er nú allt í lagi. Það er að tala um Val. Já, allt í lagi, hann er náttúrulega gamall afreiksmaður. Ég ætlaði bara að spyrja vegna fyrir starfa sem fyrir sko ferðarþjónustuna, þú verið í fórustu fyrir ferðarþjónustuna á Íslandi. Að sko bara rétt, hvernig svona... Ég ger nú ráð fyrir bara þeir sem í þessum bransa, þeir verði að vera bjartsýnir, ég leyfi mér ætla það, en hvernig... Það með hvaða bransið það þú voru að vera bjartsýn. Líka í hlaðvarpsbransanum. Já, við höfum trú á þessu verkefni. Sérstaklega bjartsýn þar, en sko, hvernig svona, sérðu það fyrir, nú erum við, komin í 2,3 milljónir gesta og við höfum séð mikla og metnaðarfulla uppbyggingu í ferðarþjónustu meðal eins og þú verið að rekja þessi verkefni. En þú leið þá eru betta á stjórnvöld hafi vanrækt að markasókn fyrir öll. Ekki svona staðis í stykkinu, eins og kannski maður hefði viljað sjá. Hvar erum við stödd svona? Þetta gerist ekkit að sjálfu sér. Nei, það er alveg rétt. Við þetta sko erum stödd þar að nú verður að móta atvinnustefnu fyrir Ísland og okkur í ferðarþjónustu hefur kannski ekki fundist eins og við fengjum nógu mikinn fókus þar að því sögðu að þá sko er þetta bara mjög fínt frumkvæði að reyna að svona að móta sín fyrir atvinnuþróun í landinu en við teljum að við getum sko lagt meira til sko farsaldar á Íslandi heldur en að menn vilja vera að láta við gerum. Við þetta erum að skila gríðarlegu skattspori til ríkissjóðs og inn í samfélagið og það eru vaxtartækifæri í greininni bæði hvað varðar þetta sem að við höfum verið að ræða í sambandi við að það eru landslutar sem að eiga mikið inni og líka að við höfum sko einmitt verið að ná árangur bara þar til núna eins og við vorum að tala um áðan að við höfum verið að ná betur og betur árangri að nýta sko allt árið fyrir ferðamenn. Þetta er svolítið áfall fyrir okkur núna með einmitt þessa dýfur sem er að koma núna vegna þess að markaðir sem hafa verið sterkir fyrir okkur á þessum tíma eins og Bretar og Asíumarkaður hafa verið ekki að standa sig í stykkinu hvað það varðar en tækifærin fyrir ferðarþjónustuna til framtíðar eru gríðarlega í Íslandi og sérstaklega ef við aðgreinum okkur með skynsamlegum hætti eins og ég nefndi við ykkur áður í samvændi við að horfa til þess að nýta þá landkosti sem við búum yfir, bæði í mannauði og náttúru og afurðum sem við erum að framleiða. Þannig að ég til sko framtíð ferðarþjónustu á Íslandi mjög bjarta. Líka svo til viðbótar að við höfum verið að tala um sko þegar við erum að vinna okkar greiningar í okkar áætlanagerð þá tökum við reyndar alltaf frá sko það er nefnilega tölvöru fjöldi af erlendum ferðamönnum sem vera fólk sem vinnur á Íslandi og eru á ferðinni sko þannig að það er verið að tala um 2,2 milljónir ferðamanna til Íslands svona samkvæmt spám Isavia núna en ef þú tekur sko ferðir Pólverja Litáa og svo framins þessara þjóða sem eru að vinna á Íslandi og eru heim eins og þeir já og svo fara þær heim og svo framins það er bara 100.000 flug sko þannig að 100.000 brottvarir þannig að við erum að horfa svona 2,1 milljón ferðamanna vonandi ef allt gengur upp á þessu ári og vissulega sko viljum við sjá vöxt í greininni en hvað var það fjölda ferðamanna en við erum öll þar að við viljum bara sjá hóflegan vöxt ég meina bara kannski 3-5% ári þá er það bara fínt en á móti kemur hins vegar að þetta viljum við líka reyna að þróa innviðina og þjónustuna þannig að við sem að fá meiri tekjur af hverjum gesti sem það má ekki gleyma þeirri breytu hún skiptir gríðarlegu máli
það er miklu betra að fá færri gesti þar sem hver og einn dvelur lengur og borgar meira heldur en hitt. Þannig að það nú kannski ykkar uppbygging. Já, það hefur alltaf verið okkar að sína. Við höfum í allri okkar vinnu alltaf verið að vinna með það markmið að ná þessum árangri að frekar að fá aðeins færri gesti sem að borga meira heldur en auðvitað. Er þetta ekki góð lokaorð? Jú, það er bara rétt aðeins Val. Já, þú veist... Þú varst sko í fótbolta, auðvitað, vinstri bakvörður í Val og fyrir liði til margar ára. Í þessu þekkta liði sem Júri rússneskur þjálfari og ef ég maður þetta rétt og hérna, nú er landsleikur í dag í handbolta, varstu eitthvað í handbolta líka? Nei, bara sem Polli sko, hérna þetta var nú þannig þegar við vorum ungir þá voru menn í öllu sko. Já, það var handbolta veturnar og fótbolta. Já, það var bara ákvæða þannig og hérna á sjálfsögðu þegar ég var ungur drengur í Val þá var ég í þessu og hérna og sömið voru líka körbolta, ég náði aldrei tökum á körboltunum, en hérna félagin Lárus Holm, já, hann og formaður Torfi, og hérna en sko, svo þurftum við bara að velja og hérna, og ég valdi fótboltan og átti stórkostlega tíma og svo heppin að vera í mjög góðu liði og hópið þarna þessu. Já, og ég var 4 sinnum Íslandsmeistari og 3 sinnum bikarmeistari og þetta er bara stórkostlega tími. Hvernig líst þér á leikinn í dag? Ég líst bara að fylgjast með þessu? Já, sjálfsögðu eins og öll þjóðinni. Hérna, mér nú stundum fundist sko að væntingastjórnin var ekki alveg í lagi hjá þjóðinni en vera talandi af reynslu að hérna þú voru nú að láta verkinn tala sko. Jú, það er en ég bara eins og svo margir aðri ég bara held að við hefum ekki átt gott landslið og horfum á einstaklingana. Mikil orka í þessu liði. Já, bara ég held að við hefum ekki átt gott landslið og við erum með núna í fjöldamörg ár og við erum með þarna sko leikmenn sem eru leikmenn í bestu liðum í bestu deildi í handbolti í heiminu sem er í Þýskalandi. Ég meina þetta er aldrei og það er raunverulega, ég var ekki tjekkað á hvort það er 1 eða 2 sko í liðinu sem ekki er að spila erlendis í mjög góðum liðum. Og hérna bara markmaðurinn úr Val, sá eini sem að kemur að heimann. Já, nákvæmlega. Er hann ennþá í Val? Já, sjálfsögðu. Er hann ekki alveg fertugur? Hvað er maðurinn gaman? Við skulum ekki vera að ræða aldur, hann er bara góður, hann er bara landslísmaður. Hann er algjör toppdrengur og þekki hann mjög góðu fyrir hans starfi í Val en hérna en ég hef alltaf verið mikill félagsmála maður og eftir ég hætti að spila þá var ég í stjórnum hjá Val og hérna formaður Vals var þetta? Jú, formaður Vals í mörg ár og er núna 4 lifandi heiðursfélagi í Val. Já, sem er mesta viðurkenning sem mér hefur hlotnast á ævinni. Þú hefur fengið marga viðurkenningar í gegnum Bláa lónið. Já. Þessi hún toppar allt þessi. Látum við vera lokaorðin. Grímur Sæmundsson, forstjóri Bláa lónsins og verðandi stjórnarmaður og ég reikna með stjórnarformaður en kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir það. Takk.